Ég kalla þetta 10, 11 og það sem sinnum 10 og sinnum 11. Þetta nú skulum við bara búið til nýja rás, þar að segja þetta þá ádiórásin okkar, hérna komið þéttir og hátalari og hérna komið þéttir merkið hingað inn. Nú skulum við bara einblína hérna magnarastigið. Og í svona rás þá gerir maður, þar að segja í transferunum, þá hérna hámarksstraumurinn sem maður ætlar að nota og við ætlum að vera cirka með miðjuna hérna, þið munið eftir þessu, þið vorum með spennugjafann hérna og þið vorum með ádióið og hérna stóð 0,04 ampere í glugganum, svona cirka, og það þýðir það að við erum með hann í 40 milliampere sem væri það miðjan hér, hérna, hér er 40 milliampere. Og hérna einhver spenna sem þá hér yfir hann, hún cirka helmingurinn af þessu hér, sem bara 5,5 volt hérna, svona. Þannig að við ætlum að búa þetta stig til þannig að við séum með punktinn Q hérna, að þetta stig sé í miðjunni í þessum aðstæðum. Þetta viðnám hérna RE, það sem að það gerir, það sett inn fyrst og fremst til að forða honum frá því að hann drepi sig. Og þannig að þegar hann fer að hitna, þá leiðir hann meira og þá eykst straumurinn hér í gegnum þetta hérna viðnám og spennan yfir það hækkar. Hér er föstspenna, einhver ákveðin tala. Þessi hér hækkar, þá minnkar spennan hér á milli og þá minnkar þrýstingurinn og rafeindirnar hingað inn í beisinn og straumurinn í beisinn minnkar. Þetta er svona afturvirkni til að hægja á honum ef hann hitnar. Það er megin tilgangurinn með þessu eventuviðnámi. Hérna er svo bara R1 og R2 og þið sjáum það núna að við fáum gefinn upp strauminn hér niður, hann er 40 milliampere. Þið vitið spennuna hér og hér og hér. Þið vitið reiknað RC og RE beint út. Bara að þið vitið hvað spennan er yfir það, 5,5 volt, straumurinn 40 milliampere og hér er spennan 1 volt og 40 milliampere. Easy peasy. Þannig að RC tökum það bara hérna og svo tökum við hitt hérna megin. Bara RC, það er bara jafnt og U delt með I og það er bara jafnt og 5,5 volt delt með 40 milliampere 0,04 og þetta er einhvern tala í ohmum hérna. Og RE, það er líka bara U delt með I og það er þá 1 volt delt með sama straum 0,04 og eitthvað hérna og eitthvað merkið hérna í ohmum. Og þetta er svo mikið, ég hef nefnilega ekki gert þetta dæmi áður, ekki bara eins og þetta. 5,5 deilt með 0,04. Þetta eru 137 ohm. 137 ohm. Og hérna 1 volt deilt með 0,04, 25 ohm. 25 ohm hérna. Ok, svona. Þannig að þá er búin að finna þessi tvö viðnám hérna og trikkið í þessu dæmi hérna er það að það gefur upp á mögtunni í honum 60 transistor. Þannig ef hér er 40 milliampere þá er 60 sinnum minna hérna á beisinn. Þannig að IB, straumur í beis, IB er þá jafnt og 40 milliampere deilt með 60 og þetta er einhver beistraumur 40 deilt með 60 0,666 milliampere 0,60 og sem bara 7 milliampere er hér inn á beisinn. Hvaða spenn er á beisnum? Hér er 1 volt, hérna á milli eru 0,7 volt, svona og svona, þannig að spennan hérna beisnum er 1,7 volt. Sem þýðir að spennan er þetta viðnám hér, 1,7 volt. Og spennan er þetta viðnám hér, 12 minus 1,7, 10,3 volt. Svona. Og þá vitum við það
að straumurinn hér niður í R1 í R1, það í hér er jafnt og 11 sinnum IB. Straumurinn hér niður, hérna, í jafnt og 10 sinnum IB, straumurinn í base. Það er að segja, hér fer ykkur straumurinn inn, 0,67 mA inn í baseinn og við ætlum að velja viðnámi hér, þannig að það fari 11 sinnum þessu straumurinn hér niður. Og hérna á að fara 10 sinnum og þá vitum við að hann fer einu sinni hingað inn. Þannig að stærðin á R1 er þá jafnt og spennan yfir R1 hérna, 10,3 volt, svona, deilt með svo 11 sinnum 0,67 mA, það séu þetta bara í amperum, 0,00067, svona, og hér fáum við út eitthvað viðnám, og viðnámið hér, R2, það er spennan hérna yfir R2, 1,7 volt, deilt með 10 sinnum 0,00067 ampere, sami straumur, og fá út eitthvað viðnám. Og þetta gefur mér svo mikið sem, þessi tala fyrst í vélina hérna, 10,3 deilt með svíinn, 11 sinnum 0,00067 svíi lokast, 1397 ohm, bara 1,4 K, svona, og hérna 1,7 volt deilt með svíinn, 10 sinnum 0,00067 svíi lokast, 253 ohm, svona. Ok, maður svara yfir þetta hérna, það sem við erum að gera. Við gerum eitthvað hérna og finnum strauminn á base. Og það vantar að líka spenninu inn á baseinn, því að hún er svo sama frá 0 inn á base, er sama og hér yfir. Og þið vitið að hér er 1 volt, það er bara gefið upp í dæminu, og það er líka gefið upp að það sé alltaf 0,7 volt á milli base og emitter. Þannig að tvær spennur hér eru jafnar upp. Þá leggið það bara saman og þá upp 1,7 volt sem er hér á basenum, sem er hér yfir. Og þið vitið hvað straumurinn er hér, hann er 40 mA þetta niður, það er gefið upp. Og þið vitið mögturinn er 60, það er gefið upp líka. Og þá vitið að straumurinn er 60 sinnum minni hingað inn, að því að magna 60 sinnum. Og þá deilið þið 60 bara upp í 40 mA og fá straumurinn inn í baseinn, 0,67 mA. Og þá, til að finna viðnámið hér, þið vitið spennan yfir það bæði, þið vitið spennan yfir þetta hér, 1,7 volt, og dragið þá spennan bara frá 12 og fáið spennana hér niður. Þessi spenna pluss þessi samanlagt er 12 volt. Og nú er bara, í dæminu bara gefið upp þessi regla, base straumurinn hér inn, 11 sinnum hér niður. Base straumurinn hér inn, 10 sinnum hér í gegn. Og R1 er það jafnt og, spennan yfir R1 þetta, 10,0 volt, deilt með 11 sinnum base straumnum, báðu ykkur á tölu, R2, spennan yfir R2, deilt með 10 sinnum base straumurinn, báðu ykkur viðnám. Hvað segir þið? Er það násögð?